Komið sæl, góðan dag, verið velkomin í svokallað helgispjall á laugardagsmorgnum hjá okkur á Samstöðinni. Ég heiti Oddný Eir og ætla að ræða við Júlíus K. Valdimarsson, húmanista. Vertu velkomin. Já, bless og sæl. Við hittumst hérna frammi í vorstjörnunni þar sem að Júlíus var að spila á harmonikku, mjög svona örlátur að bæta stemninguna með fallegu harmonikkuspili og ég var svo forvitin að vita einhvern veginn bara hvernig þú hefðir byrjað á þessum harmonikkuleik. Já. Og viltu segja hlustendum líka frá þessa sögu þegar þú eignaðist fyrst harmonikku? Já, ég var að segja frá því í gærkvöldi að það var þannig að ég sótti alltaf í músík sko, og í barnaskólanum, miðbæjarskólanum í gamla daga að þá voru svona músíktímar og fengum að spila á hljóðfæri og svo framvegis en ég varð síðan svona dálítið spenntur fyrir harmonikku, heyrt skemmtilega harmonikumúsík og og ég var svo bráðlátur í því að ég þegar ég var 11 ára gamall að þá safnaði ég mér fyrir harmonikku og ég gerði það með því að selja morgunblöðin sko, það voru 4 morgunblöð, morgunblöð, Þjóðviljinn og Tíminn. Ég byrja á morgunblöð, Þjóðviljinn. Vísir. Já, af því að svo var mann að laugaturki með allir blöð og söng sko morgunblað, Alþýðublað, Þjóðviljinn og Tíminn og ég seldi og safnaði 1200 krónum og keypti gamla ítalska harmonikku. Þetta var 1200 krónur, þetta er svona milli 20 og 30 krónur í dag, eitthvað. Og fórstu svo bara að æfa þig sjálfur og finna út úr? Já, ég hef aldrei lært á harmonikku, sko. En nú það er ekkit alveg auðvelt að svona pikka upp harmonikuleik? Nei, það er ekki alveg auðvelt. Ég man þetta fyrsta laginu, sko, það var Komdu og skoðaðu í kistuna mína. Og það var erfitt að stilla bassan, sko. Komdu og skoða og spila svo, en svo diskantinn, sko. En svo bara læri maður þetta og senna meir var ég upplifði mig sem músikant. Já. Þó ég hef aldrei verið atvinnumúsikant. En þú spila líka á klarinett? Já, og svo spila ég á klarinett. Ég var í fyrstu drengjalúrasveitinni hérna í gamla daga þegar var ákveðið að setja þær á stað og ég var í hljómsveitinni sem Pól Pambikler stjórnaði og Karl Runolfsson var með hina í eldgamla daga. Og var þetta ekki svolítil vinna þá? Svona... Jú, það var það sko og ég var svona draumur minn þegar ég var unglingur var að ég ætlaði að verða sko frægur klarinetleikari. En svo bara var ég með svo mikið áhugamálum og ég reyndist ekki sko, ef þú ætlar að vera frægur klarinetleikari eða hljóðfæraleikari náttúrulega þá það músíkin og lítið af ekkert annað sem maður þarf að sko beina sér að. En það var ekki þannig og ég var í svo mörgu og endaði á því að velja mér þá leið að ég var ætlaði að velja mér leið milli tónlistarskóla og eða menntaskólan sko tók mér frí eftir landsprófið sko þess að kallaðist þá og tók mér 1 ár og fór í gagnfræðaskóla svona einhverja millileið en svo endaði ég á því að ég fór í samvinnuskólan á Bifröst og það var eiginlega sko mikið gefið spor að því að þar svona mótaðist svona minn hugmyndaheimur mikið sko. Ég var hrifinn af samvinnuhreyfingunni. Þetta var nú þótti góður skóli og góð menntun. Já, alveg sérlega. Já, alveg sérlega og það ekki bara út af námsefninu heldur þetta alltaf yndislegu staður hann upp í Borgarfirði
þá var ekki allt fullt af myglu eins og núna orðið sem var dapurlegt sko. Þó var sér búið að friða staðinn sko. En það var svo sérstakur skóli vegna þess að það var Guðmundur Sveinsson, séra Guðmundur, sem var þar skólamestari þegar ég var þar. Og hann var svo og hann náttúrulega kendi okkur samvinnusöguna og smitaði okkur af því og Jónasi frá Hriflu og alla sögu samvinnuhreyfingarinnar. En hann var líka með fag sem hann kendi og ég hef ekki vitað kent í neinum skóla allavega svona snemma sem var saga mannsaldans. Og hann var sjálfur búinn að búa til sko svona bækling með öllum helstu heimspekingur Vesturlanda og þetta var hann að smita okkur af. Var ekki bókaflokkur eftir Ágúst H. Bjarnason? Já, eitthvað svolítið. Eitthvað ráma mig nú í sögu mannsandans í einhverjum bindum, svona litlum bindum. Já, en hann var ekki að kenna þá bóki sjálf, en það var svona innihaldi var það sama, sko. Já, það vantar svolítið ennþá í menntakerfi kannski, má segja. Virkilega, og hvað sem að leið krökkunum hann og hvað þið fengust við og hvort þeir eru framsóknarmenn eða pólitískir eða ekki eða sjálfstæðismenn eða hvað það er, mjög mismunandi, en þá eigum við þetta sameiginlegt öll sömur sko raunverulega að við lærðum ég lærði allavega sko svona í gæsalöpum sko af því að sko þetta var kannski það sem maður fyrst og fremst lærði sko að bara þessi sko svona þessi málefni en hins vegar voru alltaf að læra bókhald og svona einhverja hagfræði og einhverja grundvalli í verslunarmenntun en ég hafði þann kost en svo líka galla að ég átti mjög auðvelt með að taka próf en ég lærði aldrei neitt sko þannig að því ég gæti ekki próf með því að sko kvöldið áður og nóttina áður þá bara las ég sko og ég gæti muna þetta í klukkutíma til þess að og svo tók ég prófin og mér gekk alltaf vel á prófunum sko en að ég lærði sko í þeim skilningi þar sem að svona verslunar greinarnar heimtuðu eða það að verða svona verslunar maður sko það bara man ekkert það eða slíkt sko. Nei. En var þetta þá líka svona gott félagslíf og samræða einmitt sögumannsandans og Já, sko þetta var mjög og það var með að segja alveg að þetta var alveg einstaklega gott félagslíf og Vilhjálmur Einarsson, þrístokkari hann sá til dæmis útivist þegar sko við vorum í skólanum mótnana og svo var inni við miðjan daginn þá fórum við að labba á svona og hann var rosa duglegur í því auðvitað að það var allir orðnir íþróttamenn ég næstum því sko en svo voru líka til antisportistar og ég var í þeim hóp sko þá fóru þeir að skoða hraunið eða bara eitthvað og síðan var það sem var mestumvert var það að þarna var hljómsveit og ég komst í það að spila í skólahljómsveitinni. Nú, hvernig hljómsveit svona? Það á þeim tíma sko þetta var 61 og 2 og þetta var svona það var bara svona eiginlega mainstream svona jazzmusik það var ekki sko dægulega músik mikið í þeim skilningi það var það líka sko en svo bara svona standardar sko
I'm in the mood for love og svona bara það sem var vinsalast. Og spiluðu það á böllum? Já, spilum á böllum. Það var alltaf á laugardögum á böllum. Nú. Já, svo ég fekk ekki að dansa þessa vetur, sko. Nei, þú bara verið í ströngu ég var bara í Og var sem sagt minnið þitt þannig áttu auðvelt með að muna laglínur og spinna áfram? Sko, fyrir mér sko ég músikant, sko. Ég upplifði mig sem músikant. En það í raun og veru ekki bara að spila á hljóðfæri. Heldur ég svona bara ég tek mína stefnu ákveð hvert ég vil fara út frá músík. Þetta svona músík fyrir mér að finna að ég ger eitthvað sem að gefur mér, sko, einhvern svona tilgang og eitthvað líf og meiningu, sko. Og það hentar mér allavega, sko. Og ég sá upptöku af því á sjötugsafmælinu þínu, þá spilaru alveg listavel á klarinett. Já. Og dansar eiginlega svona með eins og bara, það ekki svona flottustu jazzararnir í Ameríku eða svona í klúbbunum? Já, ég nú svona hálfróna yfir því svona eftir að horfa á það, sko. En já, og og þannig að þú ferð í fílingin svona? Ég fer í fíling, tek það á fílingnum. Ef eitthvað fílast ekki rétt, þá gerir ég ekki, og ef það fílast vel, þá gerir það. Svona nokkurn veginn svona mín viðmiðun. En það svona þá, eins og þú segir, svona þín lífsafstæða, það svona þessi fílingur og samhljómur einhvern veginn, taktur, þú svona finnur taktin í aðstæðanum eða svona? Já, virkilega og svona það yfirfærist svona og meira svona, sko, meira meðvitað eftir þess að maður fer að taka þátt í einhverju skilgreindu verkefnum og sem að ég hef verið þáttakandi í, sko. En samvinnu eða hugsjónin, sem að þið fenguð að kynnast, sko, snýst hún ekki svolítið þetta einmitt samvinnan eins og orðið segir, en líka bara þetta að búa til samfélag, svona sem að einhvern veginn ekki eiginlega svona hugtaki sem mikið nota núna sjálfbærni, þar sem að raunverulega náttúran, félagslífið, allt þarf að hvað þriði þátturinn aftur? Náttúran, félagslegt og ég man ekki eftir allt þarf að spila saman í svona harmoníu sem sagt. Já. Og þannig að ég var það virkilega samvinnu maður og ég var svo heppinn út af minnum kvæðugróður próftekninni að þá var ég meðal 3 hæstu nemenda sem fengu að fara í framhaldsnám frá samvinnuskólanum. Og þá var það þannig að samvinnufélögin voru náttúrulega stórveldi á þessum tíma, sko. Að það var, sko, þriðjungur af versluninni var í höndum samvinnufélagana og þau voru með alla flóruna, sko, þegar við vorum með sláturhús og frystihús og var einna fyrsta stórmarkaðin og allt þetta voru þáttakandur, tryggingafélag, banka og allt þetta. Svo þetta var svona, þeir tóku þátt sem samvinnuhreyfing í þjóðfélaginu algjörlega fullu. Og ég segja samvinnuhreyfingin á sín tíma frá því að við vorum í Moldakofanum rétt fyrir þar síðustu aldamót að þá voru það samvinnufélögin, ungmennafélögin og þetta félagslega afl sem kom okkur úr Moldakofanum á heimsmetstíma 50 ára tímabili fórum við frá Moldakofanum yfir þegar bara vera svona ekkert alveg gjaldgeng nútímaleg þjóð miðja 20. öldina. Já, nokkuð þroskuð þjóð, þannig að það ósanngjarnt að segja að þessi bara einhver
þessi bara peningarnir sem komu með hernum og eftir stríðið. Það er líka bara þessi samvinnu andi. Það er bara gróf líf. Það er það af því að það hefði ekki getað orðið neitt alvöru sjálfstæði. Það er eins og Afrikuþjóðirnar eru sjálfstæðar. En hérna það var ekki þessi infrastruktúr sem var til staðar hér á Íslandi. Ísland var orðið sjálfbært land þegar að við gátum hoppað yfir í sjálfstæði þegar að út af stríðinu bara. Og hérna og þannig að það er hvílík lygi sko sem að eins og hérna sjálfstæðismenn og hérna Hannes Hólmsteinn og þessi gaurar að þeir búa til söguna eins og er eftir á sko og fara að dubba Jón Sigurðsson forseta upp sem fyrsta markaðshyggjumannin sko. En þetta er náttúrulega bara söguleg lygi. Fölsun. Þetta er fullkomin, þetta stenst ekki neina skoðun og er bara rá. En mér langar nú einmitt til að spyrja þig meira út í svona þína pólitík, humanisman og þá eftir, en maður getur ekki alveg, við getum ekki sleppt þræðinum þarna þar sem þú ert færð styrk eða hvað til þess að fara til náms. Hvert fórstu? Já, það var kallað kaupfélagsstjóranám og þá var það þannig, þetta var mjög gagnlegt nám af því að þá voru valin fyrirmyndakaupfélög á mismunandi sviði. Til dæmis og þá fékk maður að vera 2-3 mánuði á hverjum stað. Ég fór til dæmis til Akureyrar af því að mjólkurbú Kea var fyrirmyndar í sambandi við mjólkurframleiðslu og þar var ég og satt í hliðina á mjólkurbústjórnum og gat gengið við höfum frelsi til þess að skoða það og spurja og þetta voru svona apprentices og svo fór ég til Hornafjarðar, þar var fyrirmyndar útgerðarfélag og þar var ég hjá hérna Ásgrími Halldórssyni pappa Halldórs Ásgrímssonar. Halldór Ásgrímsson fór undar í Samvinnuskólann og þar var hann bekkjabróðir. Þú sagði mér í gær að þú væri skild honum Mettusson Þórusinni og hérna þeir voru bekkjabræður þar sko. Og ég man eftir því að við fórum að róa einhvern tímann og vorum með svona eitthvað gott að drekka í plastbrúsa og fallegt sumar veður og þá vorum við að spjalla ég og Halldór Ásgrímsson og við létum hugan fljúga virkilega sko okkar drauma samvinnu og góða hluti sko. Já. Þannig á þessum tíma ég hef verið þarna 20 sko. Já. Þannig að það var þessi samvinnu andi var einmitt, þetta var ansi mikill svona mikið flug. Það var það sko, þetta var bara raunveruleiki þjóðfélagsins þá og síðan var alltaf kaupmennirnir og anstæðingarnir og verslunaráðið og allt þetta og það var sko algjörlega glæringar þar á milli sko. Algjörlega, það var alveg hatur og mikil sko, það var alltaf ekki að það væru báði pólarnir sko. En þannig að þú eiginlega verður þarna svolítið bara, urðu menn eiginlega bara pólitískir svolítið með því að verða sko í samvinnuhreyfingunni, hún var það ekki tengdist Framsóknarflokknum síðan eða hvað? Já, sko það var nú einmitt það að ég varð algjörlega ópólitískur sko. Ég var samvinnumaður sko. Og fyrsta jobbið var það að ég fór í framhaldsnám
til London School of Foreign Trade og eftir framhaldsnámið og allt þetta. En svo í þessu ferli var mér boðið þegar ég var í London í framhaldsnámi að verða framkvæmdastjóri vinnumálasambands samvinnufélaganna. Og vinnumálasambands samvinnufélaganna var það samningsaðili við verkalýðsfélagi fyrir hönd samvinnufélaganna. Og það voru svona sérstök vinnumálasamband samvinnufélaga á öllum Norðurlöndunum. Og mér var boðið það þegar ég var 23 ára gamall að verða framkvæmdastjóri þar. Þetta verður flott tilboð, er það ekki? Já, þetta var bara mjög flott tilboð og ég var mjög samviskusamur. Ég vildi náttúrulega búa mig vel undir þetta og ég man eftir því að Hjalti hélt framkvæmdastjóri, ég man nú ekki hvað svona var, en hann var framkvæmdastjóri innflutningsdeildar sambandsins á þeim tíma. Og þá kom hann til London og þá var sambandið að þróa útflutningsgrein sem var Londonlamb, léttreykt lambakjöt, og það var veitingastaður í London sem var að bjóða upp á þetta og þeir notuðu það til þess að selja þetta erlendis. Og þá var ég búinn að fá þetta tilboð og ég held að hann var boðið mér í kvöldmál, ég fór að borða kvöldmál með hann. Og þá sagði hann að ég var alltaf, hann var að tala við strákinn 23 ára gamlan mann, og þá var hann að segja, já, ég vil þetta er mjög ábyrgðarmikið starf og ég segi við þig, ég myndi taka í þínum sporum að minnst kosti 5 ár. 5 ár sem bara líta það sem lærling, eins og lærlingur. Og því það þegar ég kom til Íslands, að þá bara iðkaði þetta og ég var meira á skrifstofu vinnuveitendasambandsins. Af því að þeir voru alltaf að semja og ég þurfti að læra hvernig kaupin gerðust á herinni. Og ég var bara að læra það hvernig þetta gerðist, Og síðan hélt lífið áfram og samningarnir og fór ég að læra betur hlutina og ég var ekki, að því ég vildi taka 5 ár að sem ég var að læra. Síðan myndi ég sjá hvort að ég hefði kannski eitthvað innlegg, að ég vildi hafa einhverjar meiningar, en ég vildi þá vita á hvað forsendin það væri. Og þannig kynntist ég 2 mönnum í upphafi sem urðu góðu vinn mínir. Annar var Barði Friðriksson. Nú, frændið minn. Frændið þinn, já, Barði Friðriksson. Og ég man alltaf, ég hitti þessa menn báða á fyrsta samningafundun með verkalýðsfélögunum. Þú mátt samt alveg gagnrýna hann þótt hans í frændi minn, ég ætla ekki. Já, nei, við get ekki gagnrýnt hann. En að því að þegar skrifstofa vinnuveitendasambandsins var húsi sem stendur milli Fríkirkjunnar og Miðbæjarskólans en við tjörnina. Fallegt og flott hús. Var ekki Gunnar Tólusson sem eða það eitthvað fræg íhaldsætt sem átti þetta hús og en það var skrifstofan og ég man alltaf eftir þegar ég banka á hurðina fyrst og síðan þá kemur út Barði Friðriksson og hann heilsa mér og hann heilsa mér bara með sinni hlýju og hann var mjög sérstaklega svona hlýr og góður maður og svo fórum við upp á aðra hæðina það sem var svona lítið herbyggja sem voru verkalýðsfulltrúar og atvinnurekendur og þar kynntist ég Eðvarði Sigurðssyni og hann heilsaði mér og með svona
hann var svo yndislegur og þeir báðir og og þetta eru menn, mjög sérstakir menn báðir sko og ég lærði mikið af og við barði vorum saman í samningum sko, samninganefndum mikið og vorum svona við vorum svona mjúku kallanir sko og og við vorum mikið að semja til dæmis með Framsókn verkakvennafélagið og það var mjög fór vel með okkur við erum náttúrulega að geta hagsmuna atvinnurekstrar og allt það sko en til dæmis og maður kynntist á Þórunni Valdimarsdóttur og Jóhanna gamla svona gömul svona verkalýskona og þetta svo góð samskipti á milli. Ég man eftir því að þegar ég gifti mig 1968 27 ára gamall eitthvað svoleiðis, þá gáfu þær okkur brauðrist í brúðkaupsgjöf sko. Svo þetta var allt svona sko, mjög huggulegt sko. Þannig að þetta umverulega þetta svona kúnstalgjör, já, samningatækni og samninga... Já, og sko, og það var margt þannig á þessum tíma, það voru okkur hagræðingadeildir og það var hagræðingadeild í vinnumálasambandinu og það også var svona dálítið bitastæð í vinnurannsóknum og alls konar svona. En svo þegar ég svo fór maður að vitkastinn sem maður segir og maður fór að sjá hvernig þetta var allt saman og það fór þverrandi svona mín trú á hvernig væri verið að hugsa á þessum vinnumarkaði sko að því að það var alltaf verið að sko ég var sko þegar ég var ég svissaði yfir í 3 mánuði í London í mínu námi þegar ég vissi þetta atvinnutilboð mér fékk þetta atvinnutilboð og ég var 3 mánuði í stofnun sem heitir Industrial Society í London og það voru svona Commonwealth fyrirbrigði að þar var ég á bekk með komu menn frá samveldislandinu sko, ég meina ég var í holli með prins frá Sierra Leone og hann var að kynna sér sko verkalýðsmál og allt þetta sko og og þá fórum við vítt heimsóttum London Docks sko, þannig hafnaryfirvöld og svo seinna mér iðnreksturinn í Leeds ullaverksmiðjur því að sambandi var með ullaverksmiðjur fyrir norðan og þetta var svo margt sem við kynntumst og ég var alltaf að spyrja, ég vildi læra sko. Nú þegar að þið setjist á samningaborði hvernig finnið þið út hvaða þið sko hægt að borga verkalýðska, hvað hægt að hækka launin mikið hvernig komist það niðurstöðum það bara sakleysisleg spurning já, og þeir eru svo vandræðlegir og það bara þeir bara ekki engin svör og allt þetta já, síðan þegar ég fer að kynnast samningaviðræðum á Íslandi þá fór ég að skilja af hverju af því að það var ekki og ekki nein svona spekulasjón í gangi í kjarasamningum vegna þess að þú bara byrjar á því við varum með vinnuveitarsambandinu samvinnumenn og vinnuveitarsambandinu
og þar var hérna Kjartan Thors var í formaður Vinnuveitendasambandsins, bróðir Ólafs Thors, sko. Og hann kom með skjalatösku og settist í borðsendan og fyrsta fundinum að þá sagði hann, já, það nú byrjaði alla fundi eins, sko, að já, nú er illt í ári og við verðum nú að segja ykkur það að núna í þessum samningum þá ekki því miður hægt að borga hækka launin mikið að því að það er bla 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 sko. Og hérna og síðan var bara að þóttugu hans hérna lokið og hann var á samningafundunum og hann var í sáttasemur og annað, tók ekki þátt í neinu sko. Það var bara starfsmenn Vinnuveitendasambandsins og ég sá þá hvað var í þessa litlu tösku hans. Ég held að það er alveg einhver skjöl. Nei, það var sko, sá einu fyrsta hundur, þá fletta hans hundur, þá var það svona 10 hérna Dunhill people. Og hann reykti þetta í rólegu heitunum meðan það var verið að semja. Og hérna svoleiðis að það kom að því að ég hérna var afhuga þessu módeli en ég var aldrei pólitískur sko en bara ég var afhuga þessu smám saman. Já, hann hefur gefið tónin hans hlutverk hefur verið koma með píputöskuna og gefa þennan tón að raunverulega að launa fólkið eða fólkið sem var að semja sín kjör það eiginlega gæti ekki því miður þótt að þau kannski teldu sig eiga eitthvað bátt þá ættu þau þarna fjármagnseigendurnir ættu nú ennþá meira bátt að stæði illa á hjá þau. Já, og það er bara svo í dag sko. Að menn setja bara fótið niður, við ætlum ekkert að hækka launin. Og það aðeins gefið líka í skyn eins og með kennara og fleiri að það sé svona heldur mikil frekja þessar kröfur. Já, það er enga pælingar öðru vísi heldur en það að þetta vilja borga sig minnst og punktur og svo bara hangi á róðinu, svo koma verkvöldin og svo gegnum þessi 20 ár sem ég var þarna að þá var alltaf enda með því að hérna þegar verkvöldin voru búin að stoppa þjóðfélagið það lengi til þess að gera eitthvað þá kom þessi hefðbundni fundi með ríkisstjórninni og þá komum við fulltrúar Vinnuveitenda, þá var komið til ríkisstjórnarinnar og segir og þá var það bara, já, núna er þetta bara þá var það krísa í landinu og sérstaklega mjólkufræðingum, það var farið að hella niður mjólk og svona, að því að það var ýmislegt sem að var viðkvæmari en annað. Og þá komu bara vinnuvendur til ríkisstjórnarinnar og sögðu, já, nú er þetta bara verður að fara að semja, út til skrennar og stoppaðar og allt og þetta. Og þá var það sko, já, ef við semjum, þá þyrfti að lækka gengið, þá er það ekki hægt nema að vera lækka gengið svo og svo. Og síðan var lækka gengið sko, til þess að fá penning í kassan sko og hérna og það var samið sko, þetta var svona struktúrun í þessu. Er þetta hálfgerðar hótanir þá? Eða svona... Já sko, síðan komum við vinsaleg kenning sko að vegna hárra krafna verkefnisfélagana þá kom þessi verðbólga. En það var bara algjör lygi. Þannig að á þessum árum var hagræðing og alls konar og vélvæðing og alls konar. En hérna hérna Eðvarð Sigurðsson var mjög skýr á þessu til dæmis sko. Hann sagði við setjum kannski fram háa kaupkröfur en við gerum það vegna þess að við vitum að atvinnureksturinn með sínum tækniframförum maður getur alveg hækka launin töluvert sko. En það var bara
og þið getið alveg tekið þetta, en gengisfellingarnar, það var til þess að þeir þyrftu aldrei að taka það á sig sjálfur. Og hérna kostnað. Og að því að þetta bara var svona eins og sósíalistar kalla núna, þetta var bara arðrán. Og þannig að í rauninni sko verðbólgan og verðbólgan sem fylgdi gengisfellinguna, þess að hækkaði allt vel að þetta. Það kom bara út af þeirri einföldu staðreynd að atvinnurekendur vildu ekki borga sjálfir eðlilegar kauphækkanir, heldur að sko almenningur var að borga, sko. En hvernig, þú mistir það svolítið trú á, var þá raunverulega, bara það var varla hægt að semja, það jafnvel ef að vel var samið laun og kjör, að þá léku atvinnurekendurnir þannig leik á eftir að það eiginlega kom samt í hausinn á þessi raunverulega góða framvistað í samningunum, kom samt sem áður niður á þeim sem að voru að semja. Hvaða leið er þá hægt að fara, eða hvað taldir þú að? Út úr þessum það kemur bara láglaunastefna, láglaunafólk og fátækt og allt þetta allt þessi félagslu vandamál sem að fyrir fólk og fyrir að eiga salt í grautinn og fátæktin og svo fram og mismununin, það voru ríkir og fátækir og sem að þetta það munstur sem að ennþá í dag. En þetta ekki svolítið sko, þarna ert að lýsa því að þetta einhver óheiðarleiki þar að segja þeir sem eru að leita réttar síns og reyna að bæta kjör almennings, þeim kennt verðbólguna. Nákvæmlega, já. Þannig að þetta ekki svolítið svipað og ennþá í dag, sem sagt að þeir sem eru að reyna rétt eitthvað af, þeim yfirleitt kennt ástandið? Nákvæmlega og núna þetta orðið svona viðurkennt, svona það má segja í stóra hruninu, heimshruninu, að þá náttúrulega svona varð til ákveðin ný sín á það að það voru raunverulega 10% heimsins áttu öll auðvinn og áttu allt og 90% lefja dauða og skel, sko, og þannig að allt þetta sem að sósíalistaflokkurinn að segja núna og í raunverulega í gegnum tíman líka þetta húmanistaflokkurinn sem að sko raunverulega sko alþjóðlegi húmanistaflokkurinn sem með sömu áherslur, sko, að vinna bjóða þessu fjármálakerfi og þessari spillingu og þessari mismunun ekkert síður en sko sósíalistar að núna í dag, sko, það sem að við og núna sósíalistar að segja alveg hárrétt. Þetta bara arðrán og þetta bara ofbeldi og þetta bara eitthvað sem að þarf alls ekki að vera svona, aldeilis ekki. Nei, en það sem að maður tekur eftir maður lesum húmanista og ykkar starf og svona stefnu yfirlýsingar, þá virðist þið vera svolítið undan ykkar samtíð, að því að þið tali líka umhverfismálin eru þar bara svona eitt megin atriði og auðlindirnar allar, þær megi ekki láta braska með þær, sko, ekki frekar en annað, sem náttúrulega núna það sem einmitt greinir kannski sósíalistaflokkin í dag frá eldri sósíalistaflokkum, það þessi mikla áhersla líka á að sjá allt í samhengi og taka virkilegt mið af
af náttúruauðlindunum og umhverfismálunum inn í öllu. Já, algjörlega. Og slíta ekki í sundur eins og náttúrulega hægri flokkarnir þeim að takast að slíta í sundur loftslags og orkumálin frá allir náttúruvernd, samfélagsmálunum, öllu vistkerfunum og líffræðilegum fjölbreytileika og eru bara búin að hengja sig í eitthvað svona þetta er svo kallu grænvæðingu. Já. En þið húministar, þið náttúrulega sáuð þetta heildarsamhengi. Já, og ég man eftir því, sko, hvernig að sko, mín niðurstaða. Ég fór okkur aðeins vatn. Og það var áður ég vissi eitthvað húmanismi eða eitthvað svoleiðis, en bara reynsla mín af þessu, sko, þegar ég fór að kynnast hlutunum betur ekki út á pólitískum merkingum heldur ég sá hvað gerðist í sambandinu samverðingunni að þá fór að koma sko með nýfrjálshyggjunni sem að Thatcher og Reagan og þetta nýfrjálshyggjan eins og fólk nú farið að þekka að þá reið hún inn bæði hjá verkalýðshreyfingunni. Fyrsti prestur þar var Ásmundur Stefánsson sem kom þar inn og var nýlærður hagfræðingur sko og hann fór að sko sá þetta í því ljósi að þetta var raunverulega allt sem að sameiginlegir hagsmunir og þessi þulla sem að þetta var allt saman sko atvinnurekendur og launþegar ætti að vera bræður og allt þetta og samvinnufræðingin að þar fór að koma sko vistafræðingarnir sem að voru að tala svo sem lærðu sko nýfrjálshyggjuna og hvað samvinnufræðingin væri náttúrulega algjör fórnaldargripur sko og þeir komu svo inn og voru að predika og voru ráðnir til samvinnufræðingarinnar og það sem gerist í samvinnufræðingunni ég var flug á veg þarna því ég var framkvæmdastjóri Vinnumálastofnunar það var ekki búið að reka mig eins og var seinna gert að þá sko raunverulega þetta tók yfir sko að þetta var svo öflugur áróður og þá komið þessir sko að því að eins og Þorvaldur Logason lýsir svo vel í Eimreiðarklíkunni bókinni sko að þá var sko Eimreiðarklíkan þetta lið sko að þá var bara sem sagt allt sem að til félagslegu var svona old time en hitt var framtíðin og maður var við á aðalfundi sambandsins þá komu kaupfélagsstjóri eftir kaupfélagsstjóra sem höfðu sko í áratugum saman rekið sín samvinnufélög alveg með miklum bravur og fjármálavandi það var ekki talað þegar ég byrjaði fyrstu 10-15 árin í Vinnumálastofnuninni þá var ekki til neitt hugtak sem hét fjármálavandi það var ekki fjármálavandi menn voru ekki sko það var allt öðru við samvinnufélögin byggði hjá því að samla skuldum og slíkt og en þá komu þessir mætumenn til að segja sko raunverulega hverjir erum við að standa á móti þessum framförum sem ungu menninir að spilla að því að kenning var svo að ef þú gerist ekki kapitalisti sem þetta að einkavæða sko og privatisera að þá mun alltaf skorta fjármagn og það mun bara ef að þið fylgið ekki tímanum og framförunum þá er samvinnuhreyfingin bara forbi og hún reyndist verða forbi þess að það var farið að einkavæða allt og endaði með því að bara að það var raunverulega rænt sjóðum samvinnuhreyfingarinnar og það út úr þessu urðu einhver hlutafélög og bara brask og
og hérna hlutafélaga væðing sko. Og þannig að og fjárfestirinn verður svolítið, það svona fjárfestirinn verður nýtt hugtak svona, verður hetja. Já. Og hérna þannig að svo við förum nú aðeins að því alltaf þessum fjárfestirinn, hann alltaf þessi, það alltaf þessi svona, maður sér myndin af einhverjum sem einn, hann auðvitað í kannski góður að vinna hópi og maður sér yfir þetta svona kalla hópi einhvern, en fjárfestirinn hann svona sem tekur þessa áhættu og hefur skilningin, þannig að hann ekki í samvinnuhreyfingunum var þetta meira samskiptin, þetta voru ekki svona eða í upphafi voru þetta ekki kóngar heldur. Nei, þetta var bara sko, þetta voru sko samvinnufélögum bara byggð á því að það var algjör grasrótarfélög í því samhengi að þar voru sko bændurnir og þar voru verslanir og allt þetta, en þetta var byggt á þetta var ekki byggt á hagnaðar. Nei. Þetta var ekki hagnaðardrifið. Já. Þannig að til að gera langarsögu stutta að þegar að við húmanistaflokkurinn á Íslandi sem tókst aldrei að gera þegar við stóðum okkur sem best að koma á framfæri okkar hugmyndum sko, að þá allir vorum mjög hrifnir. Við vorum að tala sko fjármálakerfið og við skoðum það hversu vexti og komumst til raunum að það ekkert þörf á því að við vorum að tala hugtök eins og vaxtalaust hagkerfi og alls konar og alls konar svona framtíðarpælingar og fólk var hrifið af hugmyndunum, en kritikinn sem við fengum var yfirleitt helst sko, já ég alveg sammála því sem þau að segja, en veistu ég trú ekki að þetta sé mögulegt og ég held að þið munið ekki koma mann á þing og ég ætla að nota atkvæði mitt sko, helvítis komandi sko, ég ætla að greiða atkvæði gegn sjálfstæðisflokknum hægrumönnum eða þá að menn sögðu að sko og öfugt að ég sumir vildi ekki koma sko vinstra fólkina og aðrir ekki hægra fólkina og allt þetta. En það ennþá svolítið núna, því að það nú kosningadagur, það ennþá þessi, finnst mér svolítið hræðslu áráður að þú að atkvæði þitt muni detta dautt niður. Mér finnst það svolítið svona aftekkileg hugmynd. Atkvæði sem þú greiðir af heilum hug og eftir hugsun þinni sem sagt, að það muni detta dautt niður og svolítið spila á þetta svona. Láttu mig þekka það, eins og maður segir. En sko þannig að þegar að sósíalistaflokkurinn var kynntur til sögunar og hvernig hann var hugsaður og hvernig hann var hugsaður þannig að þetta væri lýðræðislegt, þar sem að væri bottom up, það að segja að grasrótin að félagarnir ákvæðu stefnuna og grasrótarfundir einmitt haldnir á Bifröst stundum, og að þá ákvæðum við húmanistaflokkurinn á Íslandi að við myndum, við opinberlega lýstum við stuðningi við sósíalistaflokkinn og þannig að okkar pólitíska orka myndi fara í það að styðja við sósíalistaflokkinn vegna þess að það var svona grundvallar sama sem merki á milli húmanista og sósíalista og í rauninni eins og í dag þá get ég sagt sem svo, ef ég á að merkja mig í pólitík sko, að þá get ég hvort sem sagt að ég sé húmaniskur sósíalisti
eða sósíalískur humanisti. Af því að Marx sjálfur og sérstaklega Marx ungur að þessi hugmyndafræði af sömu rótum og hann til dæmis stofnandi humanistahrefingarinnar Silo sem svo var nefndur Mario Rodríguez Cobos en þetta höfundanafn Silo að hann í upphafi þegar hann var að stefna sína hrefingu að þá var ekki mikið fyrirmyndum þannig séð og þá var hans innblástur mikið, hann til dæmis fór á mótorhjóli, nú góðsögnin segir það sko, að á mótorhjóli sko, hann var Argentínumaður og hreyfingi var humanistahrefingur stofnun í Argentínu og hann fór á mótorhjóli til Bólivíu og hann kynntist hugmyndum Che Guevara frelsishreyfingum sósíalista í Suður-Ameríku og þannig að grunnurinn hann Var Silo læknir eins og Che Guevara? Læknamenntaður eða? Nei, kannski ekki. Nei, hann var það ekki. Hann var skal ég segja landbúnaðar fjölskyldans var vínræktendur og eitthvað svoleiðis sko. En hvernig kynntist þú? Nú vantar okkur nokkra kafla þarna, eða svona ýmsa kafla í ævisögun, en þú þarna ennþá, þú ert svolítið svona að missa trúna á þetta samningaferli. Já. Ekki samt að missa trúna á mikilvægi verkalýðsbaráttunnar eða hvað í sjálfs, já. En, og hvað... Svo nefndur að þú hefði verið rekin eða látin fara frá þarna? Já, frá samræðingunni. Já. Það var náttúrulega, af því að þá var ég náttúrulega komið, þá sko, ég 1960 og 1967-8 var ég hraðvendastjóri og var svo í 20 ára fram yfir 1980 og á þeim og þarna tatserismin byrjar þarna sem sagt það 1980-90 sem að það byrjar sko og þá var var ég ekki búin að kynnast neitt humanistahrefingunni en það sem var svona ofbeldi var að aukast náttúrulega mikið og byssurnar lóðu stærri og ég bara svona sá hvernig að þessi neysluhyggja og þetta sem fylgir kapitalismanum og þessi ágangur á náttúruna og allt þetta að ég var að hugsa það sem svo sko að það væri einhverjar mikillar svona hugmyndafræði bakvið að með áframhaldandi eða óbreyttu þá myndi annarkvort þá gæti þetta ekki gengið já og hvort og ég var að hugsa það sko en hvort að mannveran myndi sprengjast út af plöndunni eða mengast út af plöndunni það vissi ég ekki en að það myndi gerast innan og ég vissi ekki innan hvað langar tíma eftir 50 ár, 100 ár en ég var mjög skýr á þessu með að eins og heimurinn væri að þróast á forsendum kapitalismans og nýfrjálshyggjunnar að þá væri það gefið enga framtíð sko. og óréttlætt að aukast þannig að Tórsarinn sem var þarna mætti til samningaviðræðna með litlu töskunum fulla pípum og byrjar að lýsa yfir að því miður þá séu þeir já, bara nei það þýði ekkert eiginlega semja við munum eiga allt með nýfrjálshyggjunni þá eiginlega fá þessir gömlu þessi verkalýðsbarátta og þessi svona kjarabarátta alþýðunar hún
og samvinnuhreyfingin einhvern veginn, þessu svolítið sópað út af borðinu með nýfrjálshyggjunni, þeir fá virkilega svona viðurkenningu, af því að þetta verður svona eins og alþjóðleg hreyfing, þá fá það svona eins og viðurkenningu þessi öfl eða svoleiðis, þessir sem að trúðu á máttina ríku eða svoleiðis, máttina sterku eða hvað og þetta einstaklingsframtakið það þessi eini sterki sem skarar fram og þar með ekst þetta er svolítið merkilegt að heyra þetta, þið segja þetta svona, þetta verður svolítið skýrt einmitt, það meira hernaðar í hlutun, meira ofbeldi það verður bara svona polarisering í þeim skilningi sko og það sést líka í framþróuninu að sko þessir mætumenn sem höfðu rekið sín fyrirtæki áratugum saman í samvinnuhreyfingunni og ekki nein vandamál, aldrei nein gjaldþrot eða neitt sko að síðan og það var til þess Ólafur Sverrisson í kaupfélagi Borgfirðinga. Sonur hans svo Ólafur Ólafsson í Samskip sko. Og síðan Þorsteinn Sveinsson sem var kaupfélagsstjóri á Egilsstöðum og sonur hans Magnús Þorsteinsson sem Björgvinsbræðurnir og allt þetta og þannig að sko að það verður til bara þjóðfélag nýfrjálshyggjunnar og verkalýðshreyfingin hún fór sömu leið og ég man eftir því þegar Samfylkingin var að byrja til dæmis að þá var sko Alþýðubandalagið þetta að þessar róttæku baráttuhreyfingar þær voru taldið old time sko. Þú fórst að tala verkalýðsmálin í Alþýðubandalaginu og þá var það bara sko, það er old time sko, þessi verkalýðsbaráttu þetta, það ekki stétta samfélag og allt þetta og það varð til þessi sko verkalýðshreyfing sem síðan fór aldrei í verkföll og enda hækkaði aldrei sko það mikið lagslaunin hækkuði ekkert voru bara vanrækt og þetta og þannig að sko þetta yfirtók allt. Og þessi mýta eins og þú varst að segja, þessi mýta að við værum öll á sama báti og þess vegna og það, maður heyrir það ennþá núna svolítið fyrir kosningarnar einhver svona að maður megi ekki takast á raunverulega megi ekki vera svolítið átökin séu til ekki góð svona nákvæmlega og þannig að þetta síðan bara þessi della færa gangi yfir heiminn þá til að verður þetta efnahagshrun, heimshrun sko, að þetta klikkar sko. að því að kenningin var svo náttúrulega að sko ef að markaðsöflin fá að ráða þá myndi það stýra sig sjálft og en það bara var líf og þetta hrundi allt saman og þá var svona til möguleiki á því að allavega sko, þetta fór þetta hausinn, þetta reyndist ekki eins og var ætlað og allt það. Og þá kemur svona þetta breyk og hérna á Íslandi var fyrsta stóra höggið og þar endar með því að Geir Haarde biður Guð að blessa þjóðina og allt það og það verða svona ákveðin skil og þar fer fólkið sér þetta afhjúpast alls saman og að fjármálakerfið og bankarnir og þetta fór á hausinn, fólki misti heimili sín og þetta og allir niður á Austurvöll og það var í 2, 3, 4, 5, 6 ár sko og það þetta breyk sem að gefur okkur möguleika á einhverjum raunverulegum breytingum sko og þar eru til svona vísar að öðruvísi hugsun og úr þeim jarðverði verða til svona snillingar eins og Sólveig Anna
sem ég segi sko Sólveig Anna og hvernig hún byrjar allt í að snús við og efling og allt þetta að sko fyrir mér þetta heimsögulegur atburður. Þessi þróun varð allstaðar hérna. En þessi breyting að fara svo yfir í það að berjast fyrir alþýðuna, fara að skilgreina auðvaldið að nýju og allt þetta, að það það sem smásaman að skapa möguleikan á öðruvísi samfélagi. Svona að þegar við heyrðum stofnun Sósíalistaflokksins, Húmanistar, þá sögðum við bara, nú förum við þetta lið og gerum sósíalistar og þar stöndum við núna og svo erum við með þetta stórkostlega fólk eins og Sönnu, Magdalenu og bara við þekkjum Þorstein Bergsson hérna sem svona skólasysteminn og samvinnuskólanum og svona allt þetta sem að segja það, þetta þarf ekki að vera svona, við getum ef við stöndum saman þá getum við búið til manneskjulegt samfélag þar sem að við komum aftur á að gera hlutina með samvinnu og í félagskap og allt þetta og það þetta endurreisa og þráður í eins og Gunnar Smári var að leggja áherslu á að það mögulegt að endurreisa samvinnuhreyfinguna, samvinnufélögin, endurreisa verkalýðsfélögin og svo framvegis, að þá kom þetta ljós í myrkrinu sko, sem núna farið að sko berast og fá þannig fulltrúa að fólk sko fyrir að skynja, sósíalismi, þetta bara æðislegt, sko, skilurðu. Og núna virðist vera til allra hamingju að skoðanakannanir allavega, hvað sem það þýðir, að það er raunverulega möguleika á að fara að komast inn í Alþingi og flott hugtak sem að valið hefur vel, og nú ætlum við bara að breyta Alþingi. Breyta Alþingi, þarf á því, skál fyrir því í vatni. Góðu íslensku vatni sem þarf að vernda. Það það. Og alveg frá fyrsta degi sem að Húmanistaflokkur var stofnaður 1984 alþjóðlega og hér á Íslandi líka, að þá var það aðal útgangspunkturinn var að við höfnum fulltrúa lýðræðinu og við viljum beint lýðræði sem að beint þáttöku lýðræði sem sett upp með þeim hætti að sko ákvarðanir það hvers svona þjóðfélag, hvers svona tilhögun við viljum hafa sem að réttlátt og sem að tekur alltaf til greinu og allt þetta sko að stefnan mótuð frá grunninum, frá almenningi. Hins vegar þurfum við náttúrulega framkvæmda aðila. En það á að vera til dæmis eins og þegar við leikum okkur að skýra það út að ef við húmanista kemumst á Alþingi að þá var okkar fyrsta pæling hvað við getum gert þar til þess að sem fyrst í ferlinu var þetta að leggja Alþingi niður. Það er að segja Alþingi niður sem pólitískt vald. Og í rauninni sjáum við húmanistar fram að það sagt sko, þú fyrir Alþingi til að kjósa og það lýðræði og þú kýst þá sem þú treystir best til að stjórna þjóðfélaginu. En það í stóra lygi vegna þess að það sem þetta gera að þér leyft og öllum almenningi að fara og kjósa til þess að afsala valdiðinu til 60 einstaklinga sem að þarfyrir eru að mestu sko einhvern veginn hagsmunatengdir fyrir þess og hinn öflin og í dag náttúrulega það penningavaldið
þar sem peningarnir eru og allt þetta og þar hefur orðið til þetta falska vinstri þannig að þetta hefur tært að innan þessar flokkar sem áður voru alvöru vinstriflokkar þeir eru áfram vinstriflokkar en þeir eru áfram alveg til í það að markaðurinn stjórni húsnæðisverðið og svo einhver markaður sem á ekkert að ákveða eitt eða neitt eins og við getum unnið saman það hvernig húsnæðis tilhögun yrði og það alveg hægt að búa öllum í ból sko eins og sósíalistar að segja og sósíalismi segir En menn eru akkurat kannski svolítið eins og þú upplifðir í húmanistaflokknum að meira og minna eru menn sammála og ungu sósíalistarnir segja það einmitt núna út á landi líka, þeir segja það eru eiginlega allir sammála okkur einhvern veginn þetta er svona skynsamlegt og það er þetta sem allir vilja en svo einmitt kemur líka þetta en líklega er þetta nú ekki hægt og svona menn óttast það og líka óttast það kannski að svona óttast róttækni, það er ákveðin áróður gegn róttækni og láta svolítið eins og nýfrjálshyggjan einmitt hafi verið með svo mikla uppbyggingu og þá komi eins og sósíalistar og vinstriflokkar með niðurrif brjóta niður Alþingishúsið og svona í staðinn fyrir að sjá að þetta var umverulega eins og þú lýsir í þá er þetta ofboðsleg uppbygging með samvinnuhreyfingin og ýmsar aðrar landsmenn byggja upp ofboðslega samfélag sem er síðan eiginlega þegar að hlutafélagsvæðingin verður og dýrkunin sko að þá er það er eiginlega niðurbrot það er niðurbrot samfélagsins og núna er komið að því vonandi að við áttum okkur á því kannski í hruninu eins og þú segir en eitthvað sem sagt hefur orðið töf á því að við tökum almennilega til við uppbygginguna núna finnst okkur svona niðurrifið vera orðið það er komið nóg það er það og nú þurfum við einhvern veginn að taka höndum saman og byggja upp aftur þessi samfélag og það sem að ég var með spjald alla búsaldabyltinguna mennsk framtíð og fólki stóð og það var fullur Austurvöllur og það hrópaði og það sem það var að hrópa það var aðlega tveir aldrei aftur þetta bankakerfi aldrei aftur þetta bankakerfi sem tók af okkur húsin þau voru 60% þjóðann hafði mist húsið sitt og aldrei meira þetta bankakerfi sem olli þessu það var skýrt að það var bankakerfið og síðan var nýja stjórnarskrá við viljum nýja stjórnarskrá og við viljum skrifa sjálf þessa stjórnarskrá og þetta var bara í nokkur árið að kalla og þetta í rauninni sko að þetta er það sem að sko gefur kannski svo þessari þessi hreyfingu sem að núna er að koma upp eins og endurreistri verkalýðshreyfingu og endurreistum sósíalisma að þarna er eldurinn sem að mun hjálpa okkur að því að gera eins og við þú mást að segja jörðina mennska það sniður sko hvernig er búið að breyta tungumálinu eða gefa ákveðnum orðum merkingu því að síðan eru notuð eins og skammarið róttækni býtum við flettum því aðeins upp róttækni þegar þú ferð að rótmandans það er svona ákveðin lífsregla sem við erum í húmanistafræði sem segir
vandamál þín mun ekki leysast þegar þú vilt leysa þau. Heldur þegar þú skilur dýpstu undirrót hans, sko. Og það er það sem er að gera og það er það sem er gleðilegt. Það er náttúrulega líka tengist, sko, ég veit ekki, tengist þessu mannsandanum, búddismanum, eða einhver svona þar sem að mannsandin hefur, það er einhver skilningur einmitt sem þarf að vera mjög svona djúptækur. En segðu mér eitt með sósíalismann og humanismann, sko, þessi hugtök sko, fyrst náttúrulega áður en að varð hrunið hérna, svona kapitalist hrun, sem að, það eiginlega ekki ennþá svolítið í gangi, myndur ekki segja það á eftir að hérna, hvað er það, hali drekans kom nú, þótt fólki allir stæði og við stæðum hérna á Austurvelli, þá náttúrulega samt risti bankakerfi sig við og við eiginlega fengum þetta allt svolítið aftur yfir okkur, sko. Algjörlega, að því að það var engin, sko, eins og ég segi, eins og samfylkingin til dæmis núna, þeir segja að þeir vilji komast að gömlu rótunum hjá sér, sko. Ég veit ekki hvað það hljóta eiga við, sko, bara altíðu bandalegið eða eitthvað. En samt sem áður kemur ekki fram neinn kritik hjá þeim á markaðshyggjuna. Það er ekki farið að rótum vanda. Það er ekki farið að rótum vanda. Þess vegna verður þetta bara orðagjálfur í rauninni. Og við vitum það svo, ættum að vita það, fyrst að við upplifum það í hruninu, að við náðum ekki að uppræta þetta eða Nei. En ég ætla að spyrja, eitt svolítið erfið spurning, sko, það er þetta með að áður en að þetta hrun varð, þá var það náttúrulega hrundu Sovétríkin og svona kommunísku Sovjetblokkirnar hrundu, sko. Já. Þannig að þetta eru eiginlega 2 hrun sem að kalla á núna að við erum búin að sjá svona 2 svolítið alræði örægana og svo alræði einstaklingsframtaksins, sko. Það eru 2 alræðis fyrirkomulag, sko, sem að við getum nú lært af reynslunni vonandi. Já. Mörgum finnst, sko, orðið sósíalismi vefst svo fyrir mörgum, sko. Tengja það einhvern veginn við Sovjet blokkina. Vafðist það ekki fyrir þér? Já, sko, við höfum fjallað þetta í húmanistahreyfingunni. Húmanistahreyfingin, við skilgreinum þetta þannig að í rauninni, sko, kapitalismin og kremlarkommunismin, sko, eru raunverulega samskonar fyrirbrigði í grunninn, sko. Að því leyti til að þar auðurinn allur á örfára höndum, sko. Og hérna í kapitalismannum það fráfærstarnir og það sukk allt saman, en í kremlakommunismannum það elitan og þeir sem sko, stjórna elitunni, sko, og þeir ákveða allt þaðan frá. En hins vegar sósíalismin, eins og hérna Marx boðaði allt öðruvísi. Vegna þess að hann talaði ungur samfélag, sko. Og þar hann var heimspekingur. Og hann þar talar sko, hvernig að það sé mikilvægt að allir leggi sitt að mörkum í samfélaginu og hérna og ef að við gerum það ekki að þá förum við hérna þá þjáumstuð, þá upplifum við firringu, við erum að skemma mennskuna í okkur og sama í sílósmannum að fyrsta hérna ræðan sem var haldin í Argentínu þegar það var stofnaður að þá var sko herfrangastjórnar og það mátti ekki vera að koma saman, það var falið upp í Andesfjöllin til þess að stofna þetta
þessi samtök, og það það sama þar heldur hann upphafsræðina Silo, Mario Rodríguez, og sem hann kallar lækningu þjáningarinnar. Og báðir taka sín stefnu út frá því að lækna þjáninguna. Og ungur maður til dæmis, hann sagði þetta, ef einhver leggur ekki sér saman þá þjáist hann, því að hann raunverulega heilleg vera, sko. Og hann sagði líka... Samfélagsvera. Já, og hann tók líka fyrir annað dæmi að ef einhver til dæmis fer að reyna að, sko, nota aðra, sko, að láta þá eitthvað gangandi sér, hann mun líka þjást. Hann að taka sig út úr þessu samfélagi fólks. Svoleiðis að rætur vandans líka þarna. Svo þetta ég segi sko að hlutir þurfa að gerast náttúrulega helst fljótt að því að jörðin að brenna. Og byssurnar eru að brýnast, sko. Það talaði nú hvað við erum nálægt bara heimsstyrjöld, sko. Og en ljósið í myrkrinu, hins vegar. Það svo undir alda sem að kemur fram í því sem að kallað BRICS, sem byrjaði með Brasilíu, Rússlandi, Indlandi, Kína og Suður-Afríku, sem að raunverulega þessi svæðjarðarinnar upp undir það sem 80% meira, 85% mannkynni búa og hafa verið undirókaðir af þessu villta, ábældisfulla hvíta vestri og nýlendu stefninu og allt þetta, að nú þetta suðrið að rísa upp með ákveðna mótspyrnu og það það sko stefna. BRICS-löndin að verða nálægt 50 núna og ná til miklu meira en helmingi af jarðarbúum, og þar ákveðin hreyfing sem að stuðla meðvitað að samfélagi þjóða að í stað stríða milli að leita eftir óvinum, leita eftir samstarfsaðilum, og það virðing fyrir fullveldi, sérhverjar þjóðar og allt þetta. Og þetta að vaxa núna þannig að eins og Kína núna orðið komin langt fram úr Vesturlöndunum á tæknilegsviði. Þeir hafa líka yfirunnið fátækt og það alveg á yfirlýstum grunni bara kommunistaflokks Kína. Já. Að það pólitíska stofnunin sem þar og og það sagt sem sagt Jeffrey Sachs sem mjög öflugur talsmaður þessara þróunar, hann yfirmaður hann aðstoðarmaður aðlitara Sameinuðu þjóðanna í tengslu við sjálfbæra þróun og allt þetta. Og hann segir að með sama með sömu stefnu, sömu hugmyndafræði, að þá ætti að vera mögulegt á næstu 40 árum að yfirvinna fátækt í Afríku. Svo að það þannig að blasir við raunverulegu möguleiki á öðruvísi heimi. Já. Leið og þessi gamli að fótum komin, sko. Þannig alltaf einmitt aðeins erfiðar að vera sammála nákvæmlega með hverjum á að vera í liði, og ég fæ svona aðeins hrolllegar minnstur á eitthvað
kínverska kommunistaflokkin eða ég sé einhvern veginn sósíalisman frekar tengjast bara einmitt svona alþýðu sósíalisma Já, þetta bara í rauninni sko En ég hef ekki vitað því Já, en hvar grunnur hvar rætur kommunistaflokksins í Kína í marxismanum Jú, en það var nú samt svolítið það var nú ansið svona illa misnotað, sko. Þessar hugmyndir voru nú misnotaðar. Hugmyndir Marx hafa nú verið vel misnotaðar og náttúrulega margt gert í nafni kommunisma og sósíalisma sem að Já, en það meiri innistæða fyrir því hjá einhverju sem búin að vinna byggja á fátækt heldur en hjá einhverju sem að segist vera að leita rótunum en tilbúin að víkja frá grundvallaratriðum sósíalismans eins og við heyrum til frá samfélkingunni. Það er ekki þess að segja sko ræturnar eru sko baráttu fyrir hönd verkalýðsins en vera svo líka tilbúin til að taka heimi kapitalismans sem að miðar við það að sko markaðslögmál stýri því hvað kostar að kaupa íbúð og allt það sko. En þú ert þá líka eins og því þú varst náttúrulega þetta ungur maður í lærlingur í samningatækni þá eiginlega þessir flokkar sem að telja sig verið vinstriflokkar flestir sitja beggja megin borðsins það ekki? Jú, þú getur ekkert verið beggja megin borðsins í þeim skilningi. Þá þetta eiginlega bara þá hefur þetta enga merkingu lengur þessar samningu. Já, í raun og veru og þú ert að segja sko að sósíalistar fá þessa kritik þessi óraunheft og svona og við humoristar aðal svona viðbröðin hafa verið við sko þessum flottu fólk hafa verið ánægt með hvernig við stöndum okkur og hvað þetta flottu hugmyndir en svo kemur sér einkennilega setning Já, en þetta ekki það sem allir vilja? Jú. Það ætti nú bara Af hverju, við erum öll þarna. Ef við viljum búa til heim sem góður fyrir okkur öll, þá getum við það. Já. Verðum við ekki bara að trúa því? En þetta helgispjall. Ég las nú bók sem óútgefin sem þú skrifar eftir hrunið þar sem þú setur hlutina í svona ansi magna samhengi eins og þú ert búin að vera að lýsa akkurat. Það þarna kremlarkommunismin og kapitalismin raunverulega þessar blokkir eiga sameiginlegt og elitan og fjárfestandi. Mér fannst það mjög áhugavert að lesa sko, og sjá hvernig við það svo mjög sannfærandi hvernig við hvað við höfum í höndunum núna ekki mitt bara einhver svona fljúandi saga mannsandans bæði það auðvitað hugsjónirnar en líka eitthvað mjög búið við yfir þessari arfleifð verkalýðsbaráttunar alvöru samningatækni líklega og alvöru sko aðgerða. Það gaman að skuldi nefna þetta og þú kallar þetta bók. Takk. Því að sko þetta sagan á baku þetta það að þegar að Geir Haarde kom fram í sjónvarpinu og bað Guð að blessa þjóðina að daginn eftir þá hugsaði svo ég með fyrirtæki sem hét Lausnir svona mér til skoðanakonunnar fyrirtæki og hvað það var og þá hugsaði ég daginn eftir að nú dagurinn ónýttur hvað sem og ég fór ekki á fætur sko í þessu ég bara byrjaði sko að settist upp fekk mér te og morgmat sko en settist við að skrifa og ég skrifaði allan daginn í einni bunu og út úr því var þetta sem bók
tilvistar pæling, eins konar ævisögubrot. Og þá fer ég yfir alla mína sögu, sko. Það sem við erum að tala samvinnuskólan og vinnumálin og allt þetta. Og það bara, ég skrifaði. Það var svona þessi ósjálfskrift, sko. Þannig var bara, já, þetta svona blasti við mér, sko. Algjör tímamót. Já, það var það, sko. Svo við lesaði eftir á, eins og þú segir, já, þetta var ekki svo galinn. En það eru ótrúlega heildstæður texti og gott einmitt flæði og taktur í því. Já, það er margt. Sjá þetta útgefi. Ég las nú fram á nótt, ég alveg festist í þessu, en ég náði ekki að klára alveg, en hvort þú komið ævisöguna, til dæmis langaði mér nú að spyrja sem sagt, þetta er svona í helgispjalli hérna, þá tölum við líka svona persónuleg mál. Þú ert búin að segja okkur frá tónlistinni og þína svona þín æviveg. Viltu eitthvað segja frá þínum uppvexti? Svona, ertu alin upp í Reykjavík? Já, ég er alin upp í Reykjavík, alveg með allir stórum staði þegar skilningi að ég er alin upp í Tjörninni Reykjavík. Ég fæddist á Eiríksgötunni, en svona eins árs var ég fluttur með fjölskyldunni niður í Vonstetti 12 og þar bjó ég fram að 11 ára aldri og þá fórum við við byggum þar í Rís íbúð og pappi var málari, húsamálari og við varum 4 strákanir og svo fórum við og fluttumst í Smábakkarið og þar ólst ég upp frekar eftir 11 ára aldur og og svo fór ég í samvinnuskólann og ég er búin að segja helming frá því og músíkinni. Músíkinni. Þá fór ég að spila fyrst á klarnetta því ég fór í þessa skólahljómsveit. Lúðrasveitina, já. Og þegar ég fór í fyrstu pröfuna, sko, að velja hljóðfæri, á hvaða hljóðfæri langar að spila. Og ég myndi ekki nafni á neinum hljóðfæri, en það hafi verið nágranni, sko, þannig í Heiðgerðina sem ég bjó, þar sem að það var barn einhvers nágranna í fjölskyldu og sem hafði verið að spila á klarinett og fór alltaf inn á klósett að æfa klarinett, sko, því að hljómaði svo vel í sko, og mér fannst það svo fyndið að þegar ég var að spila hvaða hljóðfæri spila klarinett og síðan var klarinett, sko, eiginlega fylgifiskur minn í lífinu þegar ég fór í þetta framhaldsnám hérna til Hafnar í Hornafirði þá tók ég þátt í félagslífinu þar. Það var alveg einangrað og ekki komnar brýr eða neitt, sko, algjör menningarlega eining og þar var ég í leikfélagi og þar var ég með að stofna hljómsveit og allt þetta og þar var ég þegar ég var að fara að labba í vinnuna, sko, eftir niður í Kaupfélag, þá kölluðu krakkarnir á mig Júliflaut. Og stofnar þú bara yfirleitt svona hljómsveitir ef þú dvelur á einhver tíma einhver staðar, ertu það bara búin að stofna hljómsveit? Ég get ekkert verið án þess að vera með hljóðfæri heima hjá mér og hljóðfærin eru klarinett og harmonika. Klarinett er erfiðara þegar maður þarf annarkvort eðaldaldið til að halda, sko, vöðvunum nógu styrkum, en nikkan er alltaf það getur verið besti vinnur. En var, sko, tónlist á heimili í uppvexti þínum? Nei. Upp í tónlist? Nei. Ekkert. En pabbi var í Fossbræðrum
og mikill söngmaður, söng mjög fallega. En mamma, hún hefur ekki verið tónelsk? Nei, og ekki bræður mínir. Enginn hafði einhvern veginn. En mamma því, sko. Var svona listrænt veganesti eitthvað frá henni? Það lítur að vera Mamma var alveg... einhver orðagén þarna, fyrst þú gafst skrifað svona gott rit í fyrstu atrinu? Ég var aldrei var við, það var ekki neitt sem lá eftir þau í saman til það. Ég hef sagt að afi minn hefði skrifað eitthvað ljóðum, en mamma var bara ein af þessum ótrúlega manneskjum, sko, sem var með 4 stráka og sem var fram á nótt að sauma okkur fettinn og bara var alltaf með allt upp á punkt og prikk, sko. Og einn af þessum stórkostlugu mömmum sem bara við eigum okkar þjóð að þakka, eða sko okkar lífið að þakka. En hún hefur verið ekki svona kannski mikið fyrir að trana sig fram eða hvað? Nei, hún var reyndar, þær voru rosa magnaðar eitthvað 7-8 konur sem voru í saumaklúbb saman og náðu að verða með elsta saumaklúbb á landinu á tímabili. Svo þess að... En kom hún einhvern tímann að þær í saumaklúbbum að dansa þegar þú varst að spila í hljómsveitum? Nei, það var ekki, sko, þetta var svo langt aldurspil og þau fóru ekki á böllin. Fyrstu böllin sem ég spilaði á, það var í miðbæjarskólanum að því við varum við Tjörn og þá var ég 11-12 ára og við vorum 3 sem spilaðum á böllum þar, já, á böllum og og það var ég er búinn að gleyma í bili, sko, nöfnunum, en þetta dettur svona úr manni, en á píanó var sellóleikarinn Gunnar? Nei, þetta bara dettur með nafni. Já, mér detta nú öll nafn, sko. Eitt fremsti, hann var giftur henni Guðnýju sem var í symfóníunni, konsertmeistari. Þetta bara... Já, ekki Gunnar, sem sagt. Gunnar, jú, Gunnar. Með svona hár. Já. Hann var líka stóluðu mér, hann alveg þekkt eftir nafn. Já, hann var á píanóið og ég man alltaf eftir því, sko, að þetta sem byrjaði svona fyrir Gunnar. Við erum orðið svolítið þreytt bara hérna, það er orðið svolítið loftlust hérna hjá okkur. Já, en ég man eftir því, þetta er svo sniðugt, að þegar við vorum búin að spila böllunum, þá fór ég að bara heim, sko. Gunnar Kvaran fyrir ekki? Gunnar Kvaran, já, Gunnar Kvaran og enn og aftur fyrir ekki Gunnar Kvaran. Hann er svo elskulegur og flottur, snillingur. Og þá man ég eftir því að hann fór niður á niður á strætisstoppstöðuna hjá miðbæjarskólanum til að bíða eftir strætisvögnunum. Og þá vorum við að tala, ég veit ekki hvað, en við vorum svo innblásnir eitthvað, við vorum að tala bara einhvern veginn sko bara lífið og einhvern betri heim, skilur við, þetta var algjör svona hugsjóna, við vorum algjörir hugsjónabræður, sko. Já. En tónlistin líka virkjar, er það ekki? Lyftir andanum, má ekki segja það?
tónlistin lyftir andanum virkilega sko og hérna. Og þú ætlar að spila fyrir okkur fyrir sósíalista og humanista á kostningavöku á harmoníkunni. Já. Búin að vera samstöðinir í vorstjörninni þar sem þú hefur verið að spila. Eigum að segja þetta gott í okkar spjalli í dag. Sko, mér finnst einhvern veginn ég geti bara spurt svo margt og það opnast svo margir svona þræðir. Er það ekki svolítið í jazzinum þegar þú þarft að spinna, þá getur þú séð nokkra leiðir fram á við? Nei, mér finnst þetta eins og ég upplifið það að vera að tala við þig, mér finnst þetta að sýnleiti mér finnst þetta maður hálf ruglaður með það að þetta er svo óskipulagt og allt það. En ég held að við höfum náð svona hjartanu úr þessu. Ég held það. Og það er náttúrulega ef það gæti verið svona summering í þessu að ég bara þannig stendur með það að það er allt hægt. Það er bara það sem er þetta ekki það sem við öll viljum. Jú, þetta er sem við öll viljum og við það er hægt. Við bara við erum með í alþjóðlegu húmanistarhefingunni að þá erum við sjálfum í byltingu. Og í húmanistarskjalinu sem er stefnuskjal að þar er útskýrt hvernig að í dag eru peningarnir allt. Allt byggist á peningum. Þú þarft peninga til hver sem að þú hver sem þú ætlar alls sem þú ætlar að gera. Okkar þörnumst byltingar og svo bylting að þar sem að peningarnir eru núna settir í æðsta sæti á félagslegu sviði þar þurfum við að setja mannveruna í æðsta sæti á félagslegu sviði af því að það er út frá mannverunni sem að við höfum möguleika. Og lífveruna vel bara. Mannveran með hinum lífverunum? Já, öllum hinum lífverunum sem er hluti af þessu lífríki en hefur þann heimamund sem að að við höfum þessa mennsku og í Afríku til dæmis sem að ég verið nú mestum tíma mínum í... Já, mér langaði einmitt rétt áðunum að hættu að þú getur sagt mér aðeins frá Afríkuverkefninu. Já. Það nú, ég veit ekki hvað við höfum langa tíma, en allavega að húmanistarhreyfingin er alþjóðleg og rétt fyrir síðustu aldamót þá lögðum við áherslu að útvíkka hreyfinguna til Afríku og til Asíu og og þar er svona lærði maður þess að æfa fornu afrísku menningu sem að lýsi sér í því sem að á Súlu mállísku, suður afrískri mállísku segir Umuntu, Numuntu, Nabantu. Ég til vegna þess að þú til. Og á öðru í Sambíu þar sem ég var í að koma upp húmanistarhreyfinguna þar eru 70 mállískur, ein heitir Lotsi, gengur aðeins lengra sama mál og hún segir ég er það sem þú ert og þetta er heimamyndu mannveruna. Þarna var til fyrsta mannveran nokkra milljóna ára og fæddist í norðurhluta Kenía og þessi og það er þessi djúpa afríska menning var heimamyndur svo menning sem leiddi af þessari mannveru sem fyrst fæddist þarna var raunverulega að
það til sko fornleifafræðilegar sannanir á því að þessi menning svona þar sem að ég þar sem þú ert við allt þetta byggt á bara það var bara það var bara það er til 300.000 ára fornleifar sem sýna það og þið geta lesið það úr að þessi þessi hugmyndafræði hún varð til þarna á þessum tíma. Grunnur okkar menningar. Svo sannarlega getum við sagt sko eins og við viljum segja við erum öll Afríku. Við erum öll Afrikanar. Já. En Júlíus, sko, eins og ég var að reyna einhvern veginn að vera duglega að slútta þessu spjalli og svona bara líka til að, því ég veit að þú þarft að fara taka... Þetta getur verið byrjun á... Já, þú getur, en ég verð... Nú getum við að fara að tala saman. Já, nú getum við að fara, því ég verð bara nefna eitt. Já. Að þetta þegar þú ert að segja, við erum eitt eða svoleiðis, þessu afrískum... Það ekki alveg sama og þegar að nýfrálshyggjan eyðileggur verkalýðshreyfinguna með því að segja við erum eiginlega öll á sama báti. Nei, það er bara mjög dapurleg misskilningur. Já, en heldur að þeir hafi nokkuð verið svona, verið einhver húmanismi í þeim þarna að segja nei, því þá kemur þessi ekki hræsnin eða tvískinningurinn að segja við erum á sama báti en vera raunverulega samt. Já, sko, þá gengum að hræsilega... Henda hinum síðan bara út í björgunarbátana og bara fyrir... Já, og ekki hugsa eitt augnablik það að þessu hamingjusamir sem noti aðra. Og það var gerð könnun mjög stór í Írlandi í tengslum við sko heimshrunið og svona. Og það kemur í ljós þegar að þeir allra ríkustu, þeir þjást eins og grísir og öll þeirra fjölskylda og það er her af sálfræðingum til að fást við alls konar andleg vandamál og til dæmis þessi ríku gjarnan hugsa þeir eru hræðilegri stöðu að þeir geta aldrei ég var skotin í einhverju konu eða manni eða eins og hver vill en hvernig get ég vitað hvort að hinn aðilinn elskar mig elskar hann mig eða peningana mín og bara það þjást allir, það má segja að við séum á sama báti, það þjást og eftir því sem að ofbeldið grófara þeim dýpra liggur þjáningin en svo til alls konar að létta þjáninguna til dæmis eiturlyf og til dæmis að og alls konar tímabundi flótti en það allt saman með miklum timburmönnum og í rauninni hversu þó ég eigi marga milljarða að þá það nefnilega því miður það geta allir meira og meira gert ef þau vilja gera sér góðan dag og fá sér vel að borða og veitinga fá sér eitthvað svona eða fara í sólbað og svona að það þarf ekkert svo mikið pening það þarf ekkert að vera eiga helmingin af heiminum svo lesa að þetta bara í tómurugli og það er miklu betra að keep it simple og gera eitthvað sem við í rauninu öll viljum. Sanngirni, réttlæti, samkennd. Já. Svona, það lætur okkur líða betur. Já, og bara allar mannverður að leita að frelsi og hamingju. Og þú færði ekkert frelsi, menn verður ríkur. Þú nótt og dag hræddur að missa allt og svona, Og ég var að dunda við svona slagur, og valið einfalt svona viltu viltu kapitalisma
eða frelsi. Af því að þeir eru náttúrulega ófrjálsastir allra. Já. Þetta er nú gott slagorð, að endurheimta frelsið. Já, og þú nær því ekki sem manneskja, sem mannvera öðru sinni gegnum sósíalismann, húsmannismann. Það er raunverulegt frelsi. Að því að konurnar sem þurfa að vera í 3 vinnum til þess að sjá sig og börnin sín og allt þetta, einstæðingar og allt þetta, hvaða frelsi ætlar að tala við það? Þetta er svo grátlega beyglað, sko, að viltu kapitalisma eða frelsi? Þegar ferðin í kjörklefan, veldu frelsi. Já. Takk. Takk kærlega fyrir að koma og fara á flug með okkur hérna við rauðaborðið og takk fyrir líka að spila fyrir okkur á harmonikuna og ég myndi nú gjarnan vilja lífa það að sjá þig spila á klarinettið líka. Já, þá þurfti ég bara að æfa, það getur vel verið að gera það einhvern mann, sko. Júlíus K. Valdimarsson, húmanískur sósíalisti og sósíalískur húmanisti. Kæra þakki fyrir að koma til okkar í spjall og gleðilega hátíð. Já, gleðilega hátíð, kosningahátíð í þágu sósíalismans. Þakkum hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í samræðunni og ég þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að senda okkur til ykkar. Takk. Segðu það á Samstöðinni.